Góðan dag. Og mikið gaman að vera með ykkur í dag. Það var líka gaman að vera með ykkur í gær. En það er líka gaman í dag. Og eitthvað búið að breyta kertum tveim. En ef við ekki bara kveikja á þeim þarna. Við kveikjum einu kerti á og svo innan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá, svo til við að verða ekki grá. Fórum öfum megin að þessu í dag. Tókum hægra kertið undan vinstra kertinu, það hefur við aldrei gert áður. Þannig að allt er breytingum undir orpið og líka svona litli hlutir. En stundum eru nú litli hlutirnir algjörlega nauðsynlegir til að gera þetta líf svolítið svona kryddað. Krydda líf, og það er lífið. Ég vil með að krydda líf. Við getum alveg átt að við viljum það. En við verðum þá að krydda það. Með hverju ætlum við að krydda það? I don't know. Ekki nema þá bara við viljum nota eina svona krydd sem er orð Guðs. Við erum nú með hérna sitt hvora bókinu og sitt hvora hönd. Og sitt hvora hönd. Og bara ekkert minna það. Við erum að reyna að stilla hana þannig á, þetta sé nú alltaf nákvæmlega eins hjá okkur. Því að það viljum við. Nákvæmlega eins er málið. Breyting. Við tölum hana. En ef hún kemur, fer eftir því bara hverju við erum vön. Ef við erum vön breytingum, núna þá sjáum við ekki að svona valla. En ef við erum afskaplega óvön breytingum, þá er ég heima? Hvað skeði? Vani. Eins og einhver sagði, og ég sammála því, að maðurinn er ekkert nema vani og það getur maður nú bara staðfest á sjálfum sér að maður er raun og veru ekkert nema vani. En er kannski svona aðeins á milli að breyta til en ekki til þess að rjúa vanan. Heldur bara til þess að losa vandræðaganginn sem kannski kom upp vegna þess að maður sá ekki alveg út hvernig þetta væri best. Ja, það er náttúrulega alltaf til leiðir. Þannig að við erum ekki fólki sem að bara leggjum saman lúkurnar og gefastum upp. Það erum við nú ekki, en það værum við ekki það sem við erum í dag ef við værum það fólk. Við erum baráttu menn. En núna er Jesú nafni. Baráttu menn fyrir því að innleiða það sem betra er, og það er góð barátta. Sumir baráttu menn og kannski flestir er að reyna að innleiða sjálfan sig, þannig séð. Þú ert með hugmyndir eitthvað og finnst alveg rosalega flott hugmynd og þú gengur í að setja nú legg. Ok, allt svaka flott maður. En hvað ætli tíminn segjum hana? Þá gæti dregist upp ykkur allt önnur mynd. Þetta er þess ægilega flotta sem þú varst með, að því þú svona í grunninn, kæri vinur, varst að frambera sjálfa þig. Það var ekki? Allt í lagi að frambera sjálfa sig og það er allt í lagi að trúa á eitthvað gott. En þó ég trúa á eitthvað gott, þá er ekki víst að það sé með neitt þannig sé undir sér sem að tíminn segir harla gott. Ég held ekki. En til þess að vera nú réttum megin í þessu öllu saman, þá höfum við orð Guðs. Hann er búinn að gera allt sem þarf og Kristur staðfesti með orðunum, það er fullkomnað. Og ég er að ganga fram í þessu fullkomna hans og ef fyrir margt löngu búinn að viðurkenna það að það er besta leiðin. Ekki veit ég hvað þú hefur viðurkennt og kannski hefur viðurkennt sömu staðarind og ég að verk Jesú er fullkomið.
Og ef við erum þar, þá sjáum við að mínar frábæru hugmyndir skáka fullkomnu verki samt ekki. Þegar ég bara eins og þú, breyskur maður, ég fæ vissulega oft flottar hugmyndir, gagnlegur og góðar og allt það, en ekkert meiri og fleiri en bara þú. Við erum öll á sama stað. En ekkert af þessu samt komið til að standa, það nú bara þannig. Það sem stendur af sér allt trúin í hjarta mínu. Hún stendur af sér allt og meira. Flytur mig og þig þangað sem Jesús og hvað Jesú? Á himnum. Já, Jesú, fyrirgefðu Guði, föður. Og þaðan himinin Guðsverkið það lifandi, fallegt og fjörugt. Það verður áfram. Þangað líka fór Jesú. Og segir, Konráð, á sínum tíma þá kemur þangað sem ég Og hann að tala til þín sem þekkir Jesú sama. Þú kemur til mín á sínum tíma. En segi við mig, en þú að klára verkið þín á jörðinni fyrst. Og hann gerði allt fullkomið eins og sagt var áðan og við vitum að Hann gaf mér allt sem ég þarf í það og ég þarf ekkert nema trú. Það nú bara málið. Allt brölt mitt með alls konar verk sem að ég að gera og þetta þarf að gera því að það nú bara þannig að við þurfum að gera ýmislegt. Fylgjaðu mér. Þau fylgja mér, já, að því leyti til þau sem til að trúni, önnur ekki. Verk trúarinnar skila sér á áfangastað og verk trúarinnar eru á himnum með mér. Þannig að það eins gott fyrir mig að skilja málið og frambera það sem rétt og gott og læra það hvað Jesús segir að sé rétt og gott. Þess vegna tilheyri ég Biblíunni og þess vegna hvet ég menn og konur til þess að stúdera Biblíuna meir en allt annað. Því að þau eru verkin þar, þau skil okkur þeim árangri að ég skil Jesú betur og ég tryggi mig betur að ég komist á leiðar enda. Hver dagur hefur sína þjáningar og þetta vitum við. Og að því að við erum svo ófullkomnar manneskjurnar, þó við segjumst vera svakalega fullkomnar, en þá erum við það ekki, það mjög auðvelt og einfalt að komast að raun þetta. En við eigum Jesú, við eigum þetta haldreipi sem hann sett í hendurnar á okkur. Hann segi, haldi þetta, Konráð Rúnar. Já, það einmitt það sem ég geri. Ég held í þetta og meira. Ég sé það fyrir mig sjálfan að þetta styrkist og viðhaldist en dofni ekki. Því að það gæti alveg gert það því við vitum að trúin barátta frá degi til dags og það engin lognmolla í kringum þessa trú. Já, okkur finnst hún oft ósanngjörn og allt það. Og við getum alveg tekið undir það að lífið sé oft ósanngjarnt og kannski alltof oft ósanngjarnt. En hvað þýðir að fást það? Ef það ósanngjarnt, þá það ósanngjarnt, en við getum unnið úr því og gert það fyrir okkur að einhverju stórkostlegu. Og það trúin að verki með Jesú í farabróti, því hann lífið. Og við erum hér með það sem við þurfum, orð Guðs, til að staðfesta þetta nú allt í okkur. Þannig að lognmollan á ekki að tilheyra orði Guðs. Þar atgangur með réttum formerkjum, ekki öfugum formerkjum eins og verk syndarinnar eru. Þau hafa öfug formerki. Þau draga þig niður og svo endar þar sem þú vilt ekki enda. Öndur þau trúna sem draga mig að Jesú og að verkum Jesú og ég segi, ég að tryggja vist mín á himnum. Ég þarf að vita þetta sjálfur og ég þarf að gera þessi verk þegar ég á þessari leið. Mundu það, segðu þetta með mér, ég
Og það verður aldrei neitt annar en ég sem að þarf að koma mér þangað. Er þetta eiginginni? Mér er svo sem sama hvað þú segir það. En þetta er það sem orð Guðs er að segja og tala. Og ég er að tala til þín það sem að orð Guðs er að segja, og þú sem þekkir orð Guðs veist að það talar svona. Þetta snýst ekkit þennan ágæta kall sem nú er orðið 70. Varstu búin að heyra þetta áður kannski á fyrirgjöðu? Er ég kannski alltaf að segja þetta? Það er svo gaman að tyggja sömu tugguna, og það ætti þú nú að vita hafyrðingurinn. Við hafyrðingarnir eru nú aldrei stekti fyrir að tyggja sömu tugguna. Við erum ágæti skallar og gellingar, ekki? En samt ekkit betri að vera en aðrir. En sumir hafyrðingar eiga trú, og þeir eru bara þá á samastóðu ég, lofandi sinn Jesú, trúandi á sinn Jesús, og jafnvel gangaði svo langt að þeir eru að benda öðrum á orð Guðs. Það er búið að reka þetta út úr öllum skólum, maður, ertu alveg fatlaus? Svo er það að segja, benda fólki á orð Guðs. Hvað er að þér, maður? Ég trúi á Jesú. Það er það sem er að mér. Og það er gott, eitthvað sem er að manni. Það er jákvætt. Og það má alveg vera að manni að trúa á Jesú Krist. Því að orð Guðs er nú bara afl sem að kemur okkur þangað sem við eigum að fara á. Ekki bara í framtíðinni, heldur hér og nú. Orð Guðs er að búa til gott líf hér. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af lífinu þegar við komum til Jesú. Það er gott nú þegar. Það er núna. Mundu það. Við erum að tala leyndardóm. Það er gott núna, en við erum inn í þessu syndabæli og það er ekkert gott líf. En við búum okkur til skaplegt líf með trúnni á Jesú. Þess vegna leggjum við ekki, látum ekki slagstanda með að rækta okkar trú. Og að hverjum beinast nú öll spjót? Þessum gæja. Hann þarf að rækta sína trú og gerir meira, getur hvattið til sama. Og núna beinir þú öllum fingurum að þér sjálfum og sjálfri. Því að þú ert manneskjan sem þarf að taka við í þessu og gera þetta. Með þeim hætti eflist þín trú. Og ef trú í þér getur vel glatt mig, það er að segja ég veit af því. Það er að segja, ef þú segir mig frá því hvar þú ert staddur og stödd í þinni trú, þá getur það glatt mig, en frekar en þú, þá veistu nú ósköp lítið það hvaða þangi er í öðru fólki. En fólk er merkilegt og það getur sagt frá sínu þanga, og sem við gera það til að uppörfa og byggja aðra mennu upp, en svo eru líka aðri sem gera það með neikvæðum formerkjum, og það er ekki gott. Við erum að blása út gremju okkar yfir hvort annað, svo skiljum við ekki til því að það er bara allt steindautt hérna. Við erum drápuð með tala okkar og framkomu. Sjáum við ekki hérna veikleika mannsins? Ég lít svo á. Og sjáum við ekki hérna tilgangi með því að boða orð Guðs? Hvetja menn að orði Guðs? Hvetja menn í að lesa, stúdera og byggja sig upp þaðan? Þú byggir þau upp, en hvaðan byggir þau upp? Trúaði maður með sem skilur trúna sína byggir sig upp frá trúnni, orði Guðs. Maður sem á það ekki er ekkert að stúdera orð Guðs, en hann byggir sig upp, en hvaðan? Úr þessum mýkjuhug eða hinum mýkjuhugnum.
Og birtingamynd af þessu út allt. Í alls konar vondum verkum og ennþá verið fréttum sem við erum að heyra allt og ekki neitt. Allt eðlilegt. Það að segja, komist Guð ekki að. Og það verk mitt og þitt að segja þau frá Jesú. Og það verk mitt og verk þitt sem trúum og þekkjum trúna að benda mönnum á hvar þeir byggi sína trú upp. Að þeir eru upp úr orði Guðs og engu öðru. Gott að vita. Og það er gott að vita margt. Og við í dag erum að læra og nema eins og enginn sem morgundagurinn, en hvað erum við að læra og nema? Ég segi alls konar hégóma. Heimurinn fullur af hégóma. Og maður án trúar því miður líka fullur af hégóma. Og hann sækir í hégómleg verk, hégómleg ráð, að þegar hann sér ekkert við hitt, orð Guð, ekki einu sinni nefnaði við mig. En svo færðu trú, eins og ég, þá vilt ekki bara að þetta sé nefnt við þig, þú vilt sökkva þér ofan í það. Sérðu ekki muninn? Hann liggur fyrir, hann augljós. En þetta myndu samt ekki sjá með réttum hætti fyrir en Drottinn hefur miskunnað yfir sitt líf og gefið þér það sem hann gaf mér og öllum öðrum trúðumönnum trú. Og þú segir, til Guð. Alveg eins og ég. Og frá þeim tíma hefur þessi bók ekki litið af mér og ég ekki af henni. Þetta er breytingin. Og ég segi, lofum Guð, heiðurum Jesú, fylgjum Jesú, þiggjum ráðans, lifum ráðans og okkur mun farnast vel. Og hér er maður sem er að tala í sannleika því hann hefur margoft reynt þetta. Þú sem þekkir Jesús tekur undir þetta með stóru jái. Þetta er rétt, bætur við. Já, þetta er rétt. Ekki verk þessa manns, heldur verk Jesú eins í þér. Í þér. Þaðan koma breytingarnar, þaðan kemur styrkurinn, og þaðan kemur aflið í að gera það sem er rétt, kenna það sem er rétt, fordæma það sem er rangt og standa á því. Orðið styður það. Allmeiri stuðning færði ekki, en orðið með þér. Guð er með þér. Guð tók utan þig sem manneski og er með þér í þinni trú. Og daglega kennsla í Jesú nafni heldur utan þetta afl, trúnaðina. Og þó, ef þú heldur viti, sumir missa vitið, vilt eflast þarna, styrkjast þarna og veist hvað þú átt að gera, þú veist að þú þarft að vera í samfélagi, þú veist að þú þarft að rækta orðið og þú veist að þú þarft að rækta bænin og allt þetta og félagskapið aðra trúa það og þú gerir þetta. Þú ert meira að segja komið svo langt í þessu öllu saman að þú hefur ekki orðið lengur nokkra skoðun á safnaða meðlimum. Nema bara góða. Og þú segir, þetta er bara trúa fólk eins og ég. Hvorki betra að vera. Reynir að ganga sinn veg í Jesú nafni. Gengur það misjaflega. Og þú segir, þetta er alveg eins og ég. Þannig við dæmum ekki heldur þetta. En við styrkjum hvort annað með því sem við erum að gera, því öll munum við þurfa að berjast við, glíma við alls konar. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Ég er maðurinn sem get bætt ástandið og ég er maðurinn sem þarf stundum að bæta ástandið
og er líka maður sem þarf svo oft uppörfun og hvatningu frá hinum. Færa það, þessi. Færa það oft, já. Og kannski eins oft og þarf, ég veit það ekki, ég hef ekki pælt í því. Ég er ekkert verið settari en aðrir, hvað mína trú varðar. Og ég viðurkenni fyrstur manna að við þurfum á hvort öðru að halda. Og þetta er þetta sagt til þess að maður byggja upp samfélagið í sér sjálfum. Veist? Ég byggja upp samfélagið í mér sjálfum og fer svo að þrá að vera í þessu samfélagi. Og það er akkur og það er sigur. Engin maður getur staðist sem er fyrir utan þetta allt saman. Hann mun á einu stað, trúin í honum mun á einu stað deyja. Hugsaði þér skaðan. Kristur kom, gaf þér líf og sagði meira, þetta er eilíft líf sem ég gaf þér. Og núna ert þú komin á þann stað að segja eða þú ert á þeim stað í dag að trúin í þér er að deyja. Og hvað ætlar að gera? Ætlar að láta hann að deyja? Eða ætlar að taka þér tæki og hrista þetta af þér og fara að gera verkin sem Drottinn hefur boðið þér? Fyrsta skrefið þangað er að lesa aftur, taka sér taki aftur og byrja að lesa. Og þannig kemur aginn inn í sem við erum ofta að tala og við alveg svoleiðis bara svitnum þegar við heyrum þetta orð agi, okkur er svo illa við hann. En við vitum samt að hann er góður því hann er svo hjálplegur við að gera það sem er gagnlegt fyrir mig sem trúaða manneskju. Það er í aganum sem ég les, það er í aganum sem ég rækta samfélagið mitt og það er í aganum sem ég geri þessi guðlegu verk sem eru svo góð. Þannig að aginn er alltaf einhvað sem við ættum að leggja rækt við og vilja þiggja. En í agaleysinu okkar þá líst okkur eiginlega ekkert á þennan aga. Að við erum svo, hvað segjum við, sjálfstæðir einstaklingar og eigingjarnir einstaklingar kannski, að við höfum aldrei viljað þiggja neinn ráð frá öðrum. Þetta er hluti vandans sem við erum að eiga. Við erum svo stoltar manneskjur, við höfum bjargað okkur svo vel í gegnum lífið að við segjum að við þurfum ekkert á neinum að halda. En ég veit að það er rangt. Sama hver staðan er, að það þarftu alltaf á einhverjum að halda. Það er samfélagið sem Drottinn gaf okkur aðrir menn. Munum, ef við skoðum söguna, fyrsti maðurinn, kallinn Adam, gekk með kvöldsvalunum með Drottni. Vá maður, það lítur að vera skemmtilegt. En svo fór hann að leiðast. Og hann er alveg skelfilegur. En þessi leiði, hann er svo niðurdrepandi. Það er ekki til neitt meira niðurdrepandi að afbrotturlega leiðast. Það er ekkert skemmtilegt. Þetta er niðurdrepandi afl. Og Drottinn er raun og veru viðurkennir þetta þegar hann sér. Svo er að sjá að Adam hafi ekkert verið að nefna þetta við hana fyrir að bragði. Ekki sagt Drottinn, þú leiðist svo maður. Það maður gera eitthvað í þessu maður. En hann sér það sjálfur að hún leiðist. Hann viðurkennir það að það sé ekki gott fyrir mannin að leiðast. Hann gaf honum konu. Það er svona smá saga í kringu það sem ég veit þú þekkir utan að. En svo kom konan inn í líf hans. Og þá hætti kallinum að leiðast. Af því maður er manns gaman. Og þetta er ennþá. Ekki vera einn ef þú þarft það ekki. Ekki vera einn ef þú þarft það ekki. Og það þarf enginn að vera einn. Það er mikið veit ég. Þannig að þú ætlar að rjúfa þá kyrrstöðu hér og nú og fara að bindast trússi við ykkur að manneskju, svona til þess að segja brandara og heyra brandara og hlæja aðeins.
Það er allavega komið eitthvað smávegis líf í kroppin af þessu. Þannig við þurfum að sjá þetta með þeim hætti, sjá þetta sem eitthvað fyrir okkur. Við verðum að byrja einhvers staðar. Við verðum að byrja einhvers staðar að rjúfa vítaring. Því það er alveg ljóst, og það er ég búin að sjá í gegnum tíðina, að ekkert svona rofnar bara bingo búið. Við þurfum að gera það. Við þurfum að stíga inn í það. Við þurfum að vinna í því og þá rofnar þessi vítaringur og birtan og þú baðast aftur birtu. Og það viltu. Þess vegna er það svo mikið atriði fyrir mig sem trúa manneskju, þarf að vera þýleiti til öguð manneskja að ljá ekki máls á neinu öðru en að lesa orð Guðs á hverjum degi til uppbyggingar sjálfinu. Uppbyggingar sjálfinu. Trúin er þar. Trúin mín er þar, í sjálfinu. Hún þarf að fá þá næringu sem hún þarf til að sjálfið virki í átt að Jesú. Þetta er allt á minni könnu. Annars, þetta er hundlegilegt. Kemur þessi tónn upp. Og þú segir, við sjálfum þig, það er komin nóg á honum. Ég vill hann ekki lengur. Og það skal vera svo, og breytingin framundan, já framundan. Hún er ekki komin. Hún stefnir að henni, vinnur að henni. Allt verk. Sem við erum svo misjafnlega duglega við að sinna og vinna. Við erum nefnilega fólki sem viljum fá allt sent heim, bara segja ekki þetta bara heim, komdu bara með þetta heim til mín, og ég þarf að vera að hafa fyrir þessu. Já, þú þarft að nefnilega að hafa fyrir þessu. Og þetta er leiðin. Þegar þú ert búin að fá þetta í gegn, og þú varst ekki búin að vera lengi að strögglast í einmannarleika og deburð og rigð og ég veit ekki hvað þekkir þetta allt svo vel. En svo fórstu að gera eitthvað í málunu og það gæti alveg tekið einhverja mánuði, en þegar þú ert komin í gegn og ert komin í ljósið, þá sérðu tímann og þú segir, akkur væri ég ekki búin að þessu fyrir lifandis löngu, þetta tók mig enga stund. Ég man alltaf eftir því þegar ég bara ákvað loksins að keyra mig út úr öllum skuldum. Ég hef oft talað þetta og ég er mjög stoltur af því, það var mikið afrek fyrir mig. 5 ár, man alltaf eftir þessu, þá komin hugafarsbreytingin inn í hjartatetur þessa gamla kalls. 5 ár maður, ekkert, var ekki 5 ár og 4 ár. Annarkvort, ekkert mál, þá sagði ég bara, þetta verður ekkert mál maður. Þessi 5 ár og 4 ár líða bráðun ég veit af. Og það var þannig, svo horfði ég tilbaka maður, rosalega var maður fljótur að vinna þessu út sem maður loksins fór á stað. Akkurri, það er allt breytt, afstæða mín er breytt frá því sem var og það þurfti. Og það þarf líka í dag hjá þér sem ert að, bara eyða sjálfum þér í deburð. Já, eyða sjálfum þér í deburð. Þú þarft að taka þér taki. Það er nú bara þannig. Og oft hef ég þurft að taka mig taki. Og í dag sé ég, og vissi að var nú búin að vita þetta áður en ég fór að stíga út á þetta, að það gerist ekki til ég stíg sjálfur út. Jú, það er til heimsendinga þjónusta frá verslunum, en þarna er engin heimsendinga þjónusta til. Þú verður að gjöra svo vel að stíga út í þetta sjálfur og þannig virkar orð Guðs. Hann segir þér frá þessu, svo bara, venur, hvað ætlar svo að gera? Og ég þarf endilega að fara að drífa mig í þetta, segir. Svo kemur hann aftur, og hvað ætlar svo að gera? Ég þarf endilega að fara að drífa mig í þetta. Svo kemur hann aftur 5 árum seinna, hvað ætlar að gera í þessu? Og ég stíg út í það sem ég ætlaði mér alltaf að gera. 5 ár maður ekkert mál. Breytt hugafar er lykill og þú getur breytt hugafarinu þínu. Þú gerir það af því þú átt Jesú.
Ég segi þetta að því ég veit að þetta oft marga trúaða með mesta ströggl. Og við eigum að segja hvoru öðru sannleika. Og það byrja bara aðeins meira maður og gera þetta aðeins betur og blub. En þú þarft að stíga fram. Það mín reynsla af þessari ágætu trú. Og ég mjög þakkláttur fyrir það að Guð sýndi mér þetta. Það gerist ekki að honor á minn fyrir þú stígur út í þetta. Og ég vissi þetta. Löngu áður en ég fór að nota þetta. Löngu áður. Skammast mín strákur. Óþekkur. En ég það ekki lengur. Nú ég mjög þekkur strákur. En samt þarf ég að draga mig asnaðurunum í einu og önnur verk. Ég ekki fullkomin. Þú kannski heldur það sem þekki mig, ég sé fullkomin maður, en ég það ekki. Og ég veit að þú heldur það ekki heldur. Fyrirgeðu. Já. Sálmur 56. Þetta er Davíð ekki. Jú, Davíð. Davíð skrifaði nú ekkert alla sálman en hann náði á flesta. 56, fyrsta vers. Ver mér náður Guð þegar menn ofsækja mig. Allan daginn þrengja band. Ég sé þetta svo illa fyrirgeðu. Það er svo lítið ljós hérna. Sjónin maður, hún er svo hræðilega skemmtilega hjá mér. Ver mér náður Guð þegar menn ofsækja mig. Allan daginn þrengja bardagamenn að mér. Fjandmenn mínir ofsækja mig allan daginn. Hvernig með þig? Fjandmenn mínir ofsækja mig allan daginn. Ég tel að þetta eigi við ytra, en stundum eru fjandmenn mínir að ofsækja mig allan daginn á milli eyrnan á mér. Þar eru þeir flestir. En þessa fjandmenn ekki síður en þá sem eru svona raunverulegri fjandmenn, þetta raunveruleg fjandmenn eða þeir eru svona öðru byggðir. Það þarf að fjarlæga þá hvort sem þeir eru í hausnum á okkur eða já, bara menn fyrir utan. Það þarf að fjarlæga þá báða. En oftar hygg ég að fjandmennir á milli eyrnan á okkur séu þeir skæðustu. Akkur tala ég svona? Að því ég er Guðs maður. Og Guðs maður eins og ég og þú og fleiri vitum svo margt sem okkur kom ekki til hugar áður. Akkur? Það er eðlilegt, við höfðum ekki skilir til þess að sjá þetta með þessum augum. En trúin gaf okkur að sjá þetta. Trúin, eins og orðið segir sjálf, er nauðsynlegt og við sjáum til að skilja svona þurfum við þessa nauðsynlegu trú. Ég gef enga trú, en ég þekki Jesú sem gefur hana. Þegar hann er búin að taka við þér, þarf ég ekki að hafa neinar áhyggjur og hef engar áhyggjur af því. Það var hann sem benti mér á orðið. Engin maður, hann benti mér á orðið. Og hér er orðið. Hann sagði við mig, Konráð, þú þarft að fá þér orðið. Þú þarft að eignast Biblíu. 35 árum síðar er ég enn að lesa hana, fyrst og fremst sjálfur mér til gagns og nú nokkuð skeið verið að benda mönnum á sama því ef hún gerir mér gagn, gerir hún þér líka gagn því að þú ert manneskja rétt eins og ég sem getur látið afvega leiðast af orðum mann og kvenna rétt eins og ég. Og þar eru við öll. Jafnvel að veltast fram og tilbaka af orðum einn og annara vegna þess að við hefum ekki náð fótfestu. Við erum ekki orðnar þessar rótfastu manneskjur í trúnni vegna þess að við erum aldrei að rækta þessa trú. Við erum alltaf á leiðinni. Við erum að fara að drífa okkur í þessu, segjum við. Svo gerist ekki neitt. Sjáum við núna
Og skiljum við núna af hverju Drottinn segja að hann geti ekki sleppt á okkur hendinni og muni ekki sleppa af okkur hendinni. Hann að benda þarna á þennan veikleika sem að hrjáir mann og konu. Hann að vernda okkur í þessum veikleika, styrkja okkur í þessum veikleika því að ferðin framundan er lykil atriði fyrir líf okkar. Við þurfum að skila á okkur ákveðnum dögum og árafjölda, svo förum við til eilífaríkis hans á himnum. Það er þessi tími á jörðinni sem sker úr verk Drottins í mér. Það er allt tilbúið á himnum. Það þarf enga að breyta þar, en hann þarf að halda utan mig hér og það gerir hann. Og segir með orðanum, ég slepp ekki hendin af þér. Og við skiljum það betur þegar við förum að skoða okkur sjálf, þetta svona togstreita okkar. Á ég að gera þetta eða þetta og þetta og svona framvegis. Þetta er ég og þú, oft á tíðum. En sem betur fer, þá tekst nú Drottni að dýpka rætur og fjölga rótum, þannig það er minna sem er að kefja okkur frá þessu. Ef við þurfum alltaf að vera að glíma saman, því að það er alltaf nýjar áskoranir. Það er alltaf einhver nýtt framundan sem ég verð og veit að ég þarf að stíga út í til að sjá árangur. Að vinna í orðinu er alltaf árangur. Og þú getur ekki hvatt fólk, menn og konur með neinum betri hætti en að benda því á orðið. Og ég veit að ég er að tala til trúarinnar þarna þegar ég veit að maður orðsins er ekki leið maður heimsins. Hann er dáinn heiminum, hann er risin upp í orði Guðs og við erum að tala til þeirra. Hvetja þá, því að vantrú hún tekur hvort þið er ekkert við þessu. En vantrúin á ekkert að ráða hér og hún ræður engu hér. Vilji Guðs einn, hann ræður hér og ræður áfram. Vegna þess ég vill að svona séu málinu háttað. Og ég bið Guð það að þú hafir sömu sýn á þetta og ég. Við trúarinnar manneskjörnunar, við verðum að vera með þetta uppi. Í Jesú nafni. Já, við skulum lesa hérna í Hebreabréfinu núna, það er 9. kafli. Já, sjá hvað þau var að taka. Já, 25. kafli 9. vers, fyrirgefið 25. vers 9. kafla. Og ekki gerði hann það til þess að fórna sjálfum sér margsinnis, eins og æðsti prestarnir sem gengur inn í hlið, ég les aftur. Og ekki gerði hann það til þess að fórna sjálfum sér margsinnis, eins og æðstu prestarnir sem gengu inn hlið í heila. Ég lesi þetta ekki, ég sé þetta ekki. En ég veit að þú kannt þetta utan að, þannig að ég sleppi þessu að sinni. Kannski þarf ég að auka aðeins ljósi hérna á borðinni, við sjáum til hvernig við lögum það. En hérna, það er svo mikið myrkur hérna, það er svo vont að lesa fyrir sjónlausan kall eins og mig. En samt var þetta góða þáttur. Það var fullur af lífi og fjöri og ekki upp á annað boðið. Því að Guðs orð er bara Guðs orð. En kannski þarf ég að lýsa aðeins að bæta ljósi hérna á mig það er. Við sjáum hvað kemur út úr því. Ég get lýst upp með símanum, hann bjargar öllum þessi sími en ég kann ekki að kveikja ljósi þannig að fyrir mér er hann ekki mikið bjargar. Það er gaman að sinna þessu verki og ég held þessu ótröður áfram en það komið á lokum og öllu góðu líkur líka og ég kveð og tilkynni að það verður nýr þáttur á vikuliðinni og endilega betur fyrir honum elskan mín.
Það er svo notalegt að vita að þú sért að biðja. En verið sæl.